Já, góðan daginn, þá komið að síðari hlutanum Carlsen afbrigði og við ætlum að fjalla G6 sem sagt G6 í þessari stöðum og því svarum við B3 eins og áður og aðaleikurinn hér í dag á sterkum skákmönnum biskup H6 svartur allar að pressa strax á hvítan og ég mun skoða það á eftir. Við skulum byrja á biskup G7, biskup Bjarni 2, rittar F6, hrókering, löngrókur, hrókering, kongur B1, svona dæmigerður sikilega leikur, koma kongnum í skjól áður en að hvítur hefur aðgerðir á kongsvæng. Og hér eru tvei leikir, það er A5 og svartur er að fara í aðgerð, reyna að fara í aðgerð á drottningavæng en það er ekki svo auðvelt að brjóta hvíta niður þar. En svartur myndi vilja leika A4 næst, þá væri sem sagt hvítur myndi eitthvað gleyma sér og það er með rittar A4 þá er honi á E4, þess vegna leikur hvítur F3 valdar E4 og er jafnframt að fara að undirbúa aðgerðir á kongsvæng, hugsanlega H4 eða G4 og svo framvegis. Biskup 1-6, þá er biskup B5 sterkur leikur. Það nánast kemur alveg við fyrir einhverja A4 hugmyndir og hvítur með svona sterkt tangarhald á öllum aðgerðum hérna á drottningvæng. Dronning B6, rittari G2, hrókur FC8, H4, H5 og rittar F4 og hvítur stendur aðeins betur. Þetta er eitthvað svona misheppni hjá svörtum að mínum mati. Gæti jafnvel bara komið til greina að drepa á E6 næst. Svo biskup C4 og svo er þetta alltaf G4 og H5 og rittari D5 er eitthvað sem svartur þarf að ágjöra. Skulum baka. Já, hinleikurinn er dronning A5, rittari E2, hér eru rittari G4 framhald, rittari F4, rittari drefur F2, drottning drefur F2, biskup drefur C3 og hrókur D5, smá gildra, svartur var gráðugur hérna í peð en þetta gengur ekki alveg upp hjá svörtum. Ég ætla kannski geta þess að flestar af þessum skýringum í þessum variant eru fengnar að láni hjá Íslandsvinunum Gavin Jones. Við gaf út skemmtilega bók sem heitir Coffee House Repertoire og þar fjallar hann ítarlega þessar stöður og hann hefur greinilega leiðið svolítið vel yfir þessu. Og þessi bók fæst örugglega í öllum betri skákbúðum landsins eða einu skákbúð landsins hjá Davíð Kjartansinni í Hveragerði, skákbúðin.is og mæli ég með þessari bók. Já, biskup H6 er annað leikur, F3, E5, G3, nú segjum rittari F6, þá kemur rittari C til D5. Þetta er svona dálítið fyndin staða. Svartur er í dálítið vandræðum hérna, hann getur ekki og ef hann dreipur á D5 þá kemur bara drottning dreipur A5, rittari dreipur A5 og rittari dreipur D5. Þetta er yfirbyrðastaða á hvítan. Rittari C7 hótun og peð og D6 rúni.
E-drepur F4, F-drepur G4, biskupdrepur G4, biskup 1 2, biskupdrepur 1 2, drottningdrepur 1 2. Gavin Jones gefur þessu sem töluvert betri stöðu á hvítan. Það svo sjálfur sér ekkert við það að bæta þó að svartur sé peði yfir í augnablikinu þá hvað ef að segja hrókur FC8 þá kemur GX F4 eitthvað svona þetta D5 segjum rittari B4 tekið hrókur HF1 biskup 1 5 biskupdrepur 1 5 D-drepur E5 hrókur D7 hrókur F8 og drottning F2 líklega þannig að svona mikið pressa á svörtum hérna beða F7 í næst skulum bakka það er alltaf þetta rittari D5 er alltaf í kortónum hérna og þó að svartur sé peði yfir þá er svona það er svona ýmislegt í þessu hrókur D5 væri til dæmis annar leikur hérna og drottning B6 GX F4 biskupdrepur hrókur B5 segjum drottning E3 tekið hrókur B7 hvítur einfallega með betri stöðu við skulum ekki dvelja lengi við þetta hrókur D8 er annar leikur sennilega ekki, það er bara drepið á G4 og biskup 1 2 þannig að þetta er ekkert sérstætt rittari G4 það var B5 F3 verður að valda peði á E4 hrókur D8 rittar F4 og planið á hvítum er einfallega að leika H4 næst og fylgja þessu eftir við skulum þá bara vinda okkur hérna í aðalframhaldið sem sagt G6, B3, biskup H6 F4 og rittar F6 er aðleikurinn en menn eru svolítið byrjað að leika hérna F5 sem er athyglisvert en hann Gavin Jones virðist að kafa svolítið djúpt í þetta og gefur hérna athyglisverða leið sem ég ætla að sýna biskup B2 rittar F6 löngkrókun ég sá daginn og leika ykkur hrókur F8 hérna rittar E2 áhugaverður leikur F-drepur E4 og það er gott að muna það að hvítur fórnar alltaf peði þarna tímabundu á E4 og vill bara leika H3 G4 H3 E5 kongur B1 E-drepur F4 rittari B5 og nýja D6 gallin á svörtustöðin er náttúrulega að kóngurinn getur verið svolítið berskjaldaður
hann náttúrulega eftir að hrókera og hann er ennþá í miðjunni. D5 riddari til F4 og segjum riddari H5, þá kemur hérna skemmtileg mannsfórn, drótning 1-7, drótning A4, við sjáum að kóngurinn er ennþá E8 bara og biskup A3 er úr hótun og síðan er þetta hrókur E1 í framtíðinni, biskup F5, biskup A3, drótning 1-4, drótning drepur 1-4, biskup drepur 1-4, biskup C4 og hrókur H1 er á leiðinni, A6, hrókur H1, já, og þetta er svona þetta getur verið ansið mikið fjör í þessu. A-drepur B5, hrókur drepur E4, kongur biskup E5, biskup drepur B5 getur verið möguleik hérna, hrókur drepur A3. Þetta er náttúrulega ansið miklar tölvustúdeningar en sem herra Jones hefur farið í, en að hans mati er hvítastaðan betri. Hrókur D7 skák, kongur, það er spurning, kongur G8 eða F6. Hrókur 1-2, já, hvítur er líklega alltaf að fara að fá 3 peð fyrir kallinn og 3 samstæð og ætti að vera með síslakari stuðu. Við skulum baka. Riddari G8 er líklega sterkasti leikurinn hér, en svona fyrir mannlega mátt þá er mjög erfitt að finna svona leik, held ég. G3 líka bara áhugur, bara tefla stöðuna. Sjálfsög ekkert að því. 12 metrar til dæmis 0,3 á hvítan. Þess að það er betra. Drótning drepur D5, biskup drepur F4, drótning drepur E4, drótning E7, þetta er svipað áðan. Já, biskup A3 er að koma. Þetta er svona svolítið óþægileg staða á svartan, sko. Segjum drótning B4, drótning drepur B4, riddari drepur B4. Svartur vill náttúrulega ná að leika biskup F5 og hóta það hérna C2. Athyglisvert framhald er hrókur D4 hér. Það hótuðu sem sagt á B4 riddaranum og hugsanlega hrókur drepur F4 með riddari C7 skák. Segjum A5. Já, ótrúlegt nokk þá virðist hvítur hafa tíma í að leika biskup C4. Segjum biskup F5. Biskup drepur G8. Við viljum fá hrókinn í burtu á F8 svo við getum drepið á F4 með hrók. Biskup drepur C2 skák, kongur A1. Biskup Gunnar 3.
Já, það er þessi magnaða leikur hérna, riddari C7 skák. Ef hann drepur, þá kemur hrókur E1 og svartur er bara mát í 3 leikjum. Sem sagt bara mát hérna. Já, kóngur 1 og 7. Og riddari D5 skák. Riddari drepur D5, biskup drepur D5. Og hvítur er bara með, það er semst peði yfir í þessu. Þetta er náttúrulega dálítið langur variantur en aðalatrið er svona að skilja hugmyndirnar auðvitað. Skulum baka. Þannig að eftir drepur E4, það er alltaf H3 og G4, mikið eftir að muna það. D5 er annar leikur hér. Drottning E1 fær metið sterkur leikur. E1 drepur F4. Riddari drepur E4. Riddari drepur E4. Riddari C3. Þetta er svona, það snýst allt þessar leppanir hérna. Biskup F5. Biskup C4 er með mikilli sókn. Já, þetta er svona stórhættuleg staða fyrir svartan. Ekki auðvelt að tefla þetta svart sko. Já, við skulum fara þá hér og riddari F6. Það er aðalvarianturinn. Biskup B2, hrókering. Nú E5 hefur líka verið leikið, G3, það teflir svona til dæmis, löngurúkurinn, biskup E6. Hér er til dæmis ekki gott fyrir svartan að hirða peðið, þá kemur drottning F2 og svo biskup 1-2 og þetta sem sagt hangir allt þarna, hótar sem sagt að drepa hérna á H5 og drepa svo F4. Og ekki nú gott að leyfa hvítum að fara í þessa stöðu. Og hrókur G1, þetta er alltaf opnast. Þetta er nú við. Skulum pakka eins. Þannig að svartur er að hrókera meira. Nú löngrókun. Þá á svartur í stað þess að leika E5 þá á hann kostaði líka að leika A5, skjóta honum inn. A4 og hér hafa nú verið leikið fjölmargir leikir. Segjum riddari B4, kóngur B1, D5 hefur verið reynt. Já, svartur vill sem sagt fá biskupinn á F5 í næsta leik. Það er sannlega ekki gott að drepa hérna út af biskup F5. Smá vesen hérna á C2. Það er að passa sig að þess að opna ekki ómargar línur sko. Riddari F3, riddari drepur E4, riddari drepur biskup F5. Þetta er svona tricky leikur. Drottning D4, þetta er framhald sem Jones gefur upp. Skák, GX E4, biskup D7, F5. Og hvítur er með aðeins betra. Ég myndi nú segja að það er með töluvert betra reyndar.
Biskup G4 hefur leikið, biskup 1-2, hrókur C8, tefli svona og hvítur aðeins betra tafl. Næsti leikir hrókur H1 og H3 og það svona nokkuð þægileg staða á hvítan. Dronning B6, þetta F3, biskup G4 gefið upp sem áhugaverður. Biskup E6 annar leikur, þá hérna riddari G5 sem fari upprópunarmerki. Biskup G4, hrókur 1-1, E5, biskup C4, hrókur AC8, H3, biskup D7 og riddari B5 og hvítur með betra. Biskup G4, biskup C4, riddari H5 og núna gefur hvítur sem sagt svörtum eitt peð hérna með hrókur F1 sem fari upprópunarmerki. Biskup drepar F4, drottning 1-1 og hvítur með mjög gott spil fyrir peð að mati Jones. Spurning hvernig þetta myndi teflast. Hvað segir hrókur FC8, drottning H4 getur verið option. Svartur vill lustar inn að fórna skipta mun í svona stöðum. Svona búið til svolítið peðaveikleikaðan á drottningvæng. Hrókur D1 getur verið leikur hérna. Þetta kannski svona ekkert alveg ljóst svo sem, ég ekkert segja það. H3, svartur eflaust með eitthvað spil en það ekki víst það sem nóg fyrir skiptamun. Við skulum baka. Aðaleikurinn E5, G3, hér hefur verið leikið í ýmsum leikjum, hrókur 1-8, kóngur, já, mig minnir að í skákinni Guðmundur Kjartansson, Þröstur Þórðarsson Guðmundur Kjartansson, þá hafi Þröstur gert mistök hér og leikið kóngur B1. Og Gummi leik þá biskup G4 og ég ekki alveg með á hreinu hvað hann leik. Mér minnir hann að leikja hrókur E8. Svartur fekk svolítið gott spil sko. Þröstur hann gerði líklega mistök hérna með að leika kóngur B1 sem er alveg svo sem skiljanlegur leikur. Að vilja fara úr skálinni biskupsins á H6 og koma kóngnum í skjól. Það líklega var betra að drepa með peð og F4 og segjum riddari H5 þá kemur riddari D5 biskup 1-6 og þá kóngur B5. Það gott að muna það að yfirleitt getur ekki gott fyrir svart að vera hirðið til peð og F4. Það alltaf drottning það alltaf drottning F2 ef ég man rétt og riddari 1-5 og biskup E2. Þetta svona alltaf sama vandamálið. Biskup G4 gefur Jones sem áhugaverður leikur. Biskup 1-2, biskup 1-6, kóngur B1, hrókur C8. Ég skal bara leikur þetta hægt. H4
gefið upp sem viðbrófnarmerki. Riddari H5, riddari G5, riddari til Gunnar 3, hrókur Gunnar 1, riddari til Beina 2, riddari til Beina 2, og opnast þetta fyrir línu biskupsins. Og Jones gefur þessu sem betri stöðu á hvítan. Ég svo sem ekki miklu við það að bæta, ég svo nokkuð sammála í því, það líka vonið á D6, það má ekki gleyma því. Skulum baka. Hrókur 1-8. Það svona virkar mjög rökrétt. Kóngur B1. Riddari D4, segjum E-F4, G-F4, þetta eins og áðan, hvítur 8 fórna beði, dróning C3 og það standa öll spjót á sortum. Það væri ekki gott að leika þessu F6, þá kemur biskup G2 og já, þetta teflir sig eiginlega sjálft ef það er með hrók á F4, það lýst mér afar illa og riddari 1-2. Já, þetta er ekki gott og svart, ekki gott Riddari D4, það er betri tilraun líklega. Dróning F2. Biskup G4. Nú ef riddari G4, þá kemur dróning 1-1. Og næsti leikur er bara H3 líklega, það reka riddarinn tilbaka. Þannig að svartur bætir ekkert stöðunni sína með leika riddari G4. Biskup G4, hrókur 1-1. Og völdum við E4 jafnvel. Jafnframt minna ég. Hrókur C8, H3, biskup E6. Riddari F3. Riddari til F3, drótning til F3. D5. Svartur er svona að reyna að tefla þetta svolítið að krafti Ég held að svartur verði nú að gera eitthvað svona kraftatap með Biskup B5, D4, þetta er lína sem herra Jones gefur upp og riddarinn fyrir svo F2, dróning A5, biskup D3, bindur þetta saman. Hann er nú ekki með þetta lengra en hvítur er sem sagt að plana að fara að leika F5 Já, hvað er að segja, biskup G7 og getur til dæmis riddari G4 líka verið skemmtilegur og riddari D7 þá F5 eitthvað svona. Já, ég myndi halda þetta væri nú svona eitthvað þægilega að tefla þetta á hvítan En svartur hefur svo sem eitthvað spil líka en ég sé að tölva mín kemur með svona ekta tölvuleik hérna, C3 hóturinn er vantarlega hrókur C4 hérna. Já, en þetta verður ekki lengur í bili en þetta eru svona svolítið skrýtna stöður sem koma oft út úr þessum. Ég mæli eindregið með því að ef fólk er að skoða til dæmis þetta vídeo að hafa tabból fyrir framan sig og svona eins og tilfinningur í stöðunni. Það er alltaf gott að skoða byrjanir með tabborði líka að mínum að þetta er svona og annað vinkil á þetta. Já, það er þá komið í dag. Takk fyrir.